Gleðilegt nýtt ár! Oh my god, happy new year, besties! Það komið að gamlárskvöld. Gamlárskvöld, þetta er svona fallegt íslenskt orð. Já. Gamlárskvöld. Gamlárskvöld og Ég var hérna erum alveg við. ekki svona gömul orðin. Þetta er bara eitthvað svona mikið vibe, þetta er svo grand. Þetta fallegt, Já. Aðfangadagur og Geðveikt. gamlárskvöld. Þetta já. Þetta er svona geðt vintage, en ég elska það. Ég sammála. Það ekki? Ég svo sammála. Við erum hérna, já, við erum ekki með hattan á okkur, en það hérna allt vel skreitt. Við erum komin í áramóta feeling. Woo! Happy new year! Þannig ég vonið þið sé að horfa. Já. Eða hlusta, skiptir ekki máli, en allan að við séum í eyrunum með ykkur og þið séu að græja ykkur. Það eitthvað fórum svo hvíta snúri hérna á hattinum. En hérna, að þið séu að græja ykkur fyrir kvöldið eða bara hlusta á þetta á miðnætti, kannski sumar að vinna eða eitthvað. Já. Bara að við séum með ykkur, þetta er held ég 4. þáttur. Nei, þið þurfum að sleppa einu sinni einum. Rættum þetta líka í fyrra. Alveg rétt. Já, en COVID, maður. Já, en en við erum að fara inn í 5. árið saman samt. Það er 5 ári crazy. saman. 2025. Crazy. Fyrst það ekki gali. 2001, 2003, 2004, 2005, já, 5 ár sem við erum að fara inn í sem tilbúið. Mér finnst líka 2025 hljóma svo svona eitthvað stórt. Huge. 25. Já. Eitthvað. En svo heyrði ég um daginn eitthvað 2028, ég var bara, það er næst í 2030, þetta er það gali. Já, wow, fyrst, ég er ekki komið þangað, sko. Nei, pældu, 2030 er ekki það langt, það er 5 ár í það. Sama tíma. Damn. Já. Það enda að vera stór áramót. Bara heil tilbúðs lífstíð. Vá, sem líður svona nóta bene. Herru, við þurfum að poppa þessa flösku. Já. You want to do the honors, eða? Nei, þetta er þitt. Okay. Þetta er your specialty. Við erum í þetta árið að skála í óáfengarbúblur. Það gerist inn á milli. Það gerist inn á milli? Já, það gerist. Svona lífi. Já, svona er þetta. Þetta er bara, you're making a life. Já, þið komum með okkur í gegnum alls konar. Já. Búblur og ekki búblur og fake búblur, en góðar. Já, mjög góðar. It's a vibe. Það er nú ekki fyrst skipti sem að þú hefur verið með óáfengar hérna á þessu ári. Búblur. Nei, það er rétt. Smá secret. Já, heyrðu einmitt, í afmælisþættinum þínum þá var alltaf voru ekki að tilkynna neitt. Það var bara að fela, ef við horfum núna á þáttinn, það er ógeðslega fyndið. Þá sjáum við hann alltaf vera að skipta út glasinu sem hún er að fylla á. Það er ógeðslega fyndið. Það er enginn sem spottaði þetta, alltaf sagði enginn neitt. Nei, og ég veit að þegar þú varst að upplóta þættinum eða hann var komin inn eitthvað, þú fannst eitthvað moment og eitthvað byrst að segja eitthvað obvious í eitthvað, ok, veistu það, ef eitthvað sér þetta þá bara kútos, þá bara fær sú manneski að sjá þetta. Virkast að horfa. Já, en það var enginn. Það er ekki senda alltaf á okkur. Nei, kannski eitthvað sem var búið að tala sín á milli, hver veit. Who knows? En here we go. Okay, 2024. Goodbye 2024. Woo! Þetta er náttúrulega ekki. Ok. Nei. Herðu. Cheers. Cheers. Oh my goodness. What a year. Nei, veistu, ég veit þetta er sagt hvert einasta ár og þetta er gömul tugga, tyggja eða eitthvað. Þetta er besta árið. Bara svo far. Já. Bara síðan þú fæddist. Með þeim, já. Já, ég er sammála. Þetta var geðveikt ár. Þetta var rosalegt ár. Bara 10. Ég er sko, ég er svo spennt að fara yfir árið með þér. Já. Bara svona, og ræða allt og ræða hvernig við sáum árið sko á þessu mómenti fyrir árið síðan. Einmitt. Þú varst að hlusta á þáttinn. Frá því fyrra, já. Ég er mjög spennt að heyra hvernig við vorum að tala. Já, og svo, fyrst skulum við skála. Skál fyrir 2024. Já. Og, vá, ég er svo spennt fyrir 2025. Já, 2025, velkomið. Welcome, baby. Oh my god. And a literal baby. And a literal baby. Vá, já. Minn aumasti. Já, sko. Ég held að sé best að bara, þú opnar Instagramið þitt og ég opna Instagramið mitt. Þetta er líka svona fun til að gera með vinkvensum, systrum eða eitthvað svona. Fara yfir árið. Já, við gegnum Instagram, ef þið postið mikið á Instagram þar að segja. Já. Þetta er svona, að því að við myndum fara yfir popcultureið og allt sem gerist þar, en við ætlum að gera það í áskrift. Já, það verður sér annáll. Já, það er sér annálli áskrift, þannig að þið getur kíkt á hann kemur út 1. janúar. Þannig að núna ætlum við bara að ræða okkur. Sér hvað ég er búin að posta mikið á þessu ári, maður. Já,
Ángríns, en árið, við byrjum árið í sundur. Já. Ég byrjaði árið mitt á Tenerife. Þú varst á Tenni? Já. Já. Og þú varst á Íslandi, á Klaganum. Æs. Já, passa allt gengi vel hér. Já. Og svo fórum við beint í að halda Mean Girls forsýningu. Já, það var, hvenær aftur? Það var bara í janúar. 12. janúar. Já, 12. janúar. Pældi því. Það á mynd. Þetta söngleiki ár. Já. Það hægt að segja það. Ángríns. Já, þetta söngleiki ár. Hvað að gerast? Veit ekki. Það bara allt orðið söngleikur. Já. Svo vorum við vorum alltaf með fullt af viðburðum í ára, þegar vorum svo oft upp í Keiluhöll. En við vorum með Galentines í febrúar. Svo var sjúklega skemmtilegt. Það var annað bara gigið okkar. Já. Og vorum við ópól í rauðu kjólunum. Já. Geðvikt, fyrir að koma svitnaði maður sælir. Jesus, ekki talma. Nei, það var alveg eitthvað. Það var terr. Svo veislustýrði við fyrstu ásatíðin okkar. Já, HR. Já. Og það var gaman. Það var stórt skref að taka. Já. Einhvern veginn að vera búnir að því og það var ógeðslega skemmtilegt. En það gerist þessu ári. Já, ef þið voru þar, bara takk fyrir geggjaða stemmingu. Já. Þetta var skemmtilegt. Það var ógeðslega gaman. Ég held síðan upp á afmælið mitt í mars og það sem ég var með Murder Mystery, svona masquerade birthday. Það var mjög skemmtilegt. Þú hélst það ekki á afmælinu. Nei. Á viku setna, ég fór á undan til Morocco. Já, þú fórst til Morocco. Já. Og kem heim, og þú ættir afmælið með að ég var út í Morocco. Svo kem ég heim. Þú fórst á Geysi og okkar næsi? Jú, á afmælinu. Já, afmælinu. Jú, fór á Geysi og næsi. Og já, ég kom heim. Og nokkur dögum setna, bara deginu áður við fórum í afmælið þitt, þá fekk ég Rómeó. Já, Rómeó kom. Já. Here 2024 baby. Já. My little baby boy. Gríns. Hann er alveg eins og. Það er svo stutt, já. Hann er mjög stutt, hann er afmæli í janúar, sko. Já. Oh my goodness, trúi ég ekki. Nei, ég trúi ekki, sko. Já. Já, og við heldum þetta Murder Mystery afmæli, það var ótrúlega gaman. Það var skemmtilegt að pröfa að halda svoleiðis afmæli. En á mánudaginn eftir það, þá fór ég í bunion surgery. Það náttúrulega, the bunion year, sko. Já, the year of the bunion. Gríns. En það er svo styrlafn, þannig að þú hefur farið eitthvað í kringum bara 10. 11. mars eða eitthvað. Já, mér minnir það að vera 11. Það? Já, þetta var mánudagur allavega. Þú hélst afmælið þitt 9. 9. Já. Ég fór 2. seinna. 9. Já. Búin að eiga Rómeó í 3 daga. Einmitt. Svo fór ég bara beint. Traumatic. En djöðlir feina að búið maður. Já. Þú búnaði. Já. Það verður svo No more gaman bunions. á næsta ári að núna árinu sem er að koma bara eftir korter að fagna Bunions, afmælinu. Já, við verðum að Ég gera. er ennþá að býja til my bunion cake. Já, ég hugsaði að koma með hana núna. Ég hugsaði bara the bunion year is over. Svo var ég bara veistu, mér var finnst svo þess að við fokkið fyndið. þurfum að halda sér afmæli. Já, það verður bara birthday. Mér finnst það. Já. Það eigi bara að vera bara ár síðan það var skorað af skerð út af. Einmitt. Og ég fekk aldrei birthday við hina bunionsum, en ég vil fá sko með both sides. Skilur við? Fyrir gömlu bunions og þessa. Já, nákvæmlega. Þannig að þú veist, já. En það var stór skref hjá þér að taka og bara loksins gerðir það. Já. Finally. Þannig að það var ógeðslega vel Djöfull gert. var það erfið tími 6 vikur, það hljómar ógeðslega lítið þegar maður segir það. En þetta var lengstu 6 vikur ísmís. Bara, oh my god. En þú var samt ógeðslega dörreg. Já. Og Rómeó var basically bjargaði lífunum mínu, sko. Já. Bara andlega heilsinu minni. Já, lille Einu sem kom mér úr rúminu og alltaf Bensi þurfti að bera mig og svo Rómeó. Já. Mamma var bara eftir bara tímabölu sem ég var svona ekki í skónum upp í rúmi, þurfti að pissa mig að nótt og ég svona skreið á bað. Skreiðin á bað. Svona my lowest point. Já. En sjá hvernig þú ert í dag. Já. Þú getur verið í hælum, þú ert ekki að drepast í fótunum. It was worth it. Já, 100%. Eftir erfilega koma góða tímar. Já, og ég er ennþá að fá fullt að skilabóð frá fólki og bara með, þú veist, hvernig ferlið er og þannig, þú veist, fólk er byrjað að bóka. Já. Bóka bunion surgery. Og þótt sé erfið 6 vikur, þá mælir Já, við með. ég er bara sjúklega ánægði gert þetta og ég þekki alveg nokkra sem eru með bunion sem eru bara, ég þarf svo mikið að gera þetta en þú veist, maður finnur sér aldrei tíman. Nei. En ég get sagt eitthvað það að mass til
þú veist, þetta tímabil var alveg besta tímabil, það var ekkert að gerast. Nei, þetta fyrir sumar. Já. Þú ert búið með jólin og allt þetta. Þú veist, þetta er mjög góð tími. Ég var náttúrulega heppin að fá aðgerð líka á þeim tíma. Algjörlega. En ég hefði getað fengið hana fyrr, en ég var bara, nei, ég vil, þú veist, klára að fá janúar og, þú veist, komast til Marokko. Já, líka þú varst að fara til Marokko. Já, og svo bara, svo er til. Já. En þetta er bara fullkomið og veistu það, þóttu það hafi verið 6 vikur, mér finnst það samt líða svo hratt. Já, fyrir þig kannski? Já. Þú veist, mér fannst ég ekki missa mikið, eða þú veist, mér fannst ekki missa mikið af þér, þú ekkert en samt, skilur við? En við vorum duglegar að vinna heima hjá þér og... Já. Og... Það skónum mínum. Já, sko, líka skutla þér. Já, verst að við þetta var, ég gæti ekki keyrt. Já, það var kannski versta. Að ég gæti ekki bara farið sjálf í búðinu, ég var bara basically on house arrest. Já. Það var eiginlega versta, en þú veist, ef þú fer bara á vinstri löp, þá máttu keyra. Já, getur gert, ég skil. Já, ef þú ferði hægri, þá máttu ég keyra. Einmitt. Með fucking bug. Já, fara á vinstri. Já, af því þú ert basically bara í sókví eða eitthvað heima, eða bara einangrun. Algjörlega. Það er ógeðslega erfitt að svona treysta á aðra, eða þú veist, bara búast við að aðri hjálpi þér, skilur. Það er bara fyrstaklega fyrir manneski sem eru ekki að sjálfstæðar, skilur við. Það er það, af því að þú veist, maður er ekki vanur að biðja um eitthvað svona hjálp og svo bara svona, þú verður að biðja um hana. Þú veist, þú getur ekki annað, skilur við, annars kemstu bara ekki neitt. Alla heimaæfingarnar og handæfingarnar. Já, það er samt, það er borgu. Já, ég meina. Ég er stundum í gyminu og sunnum bara, getur við tekið það sem stundum á baði? Ég tekið það alla dag, eða ekki alveg alla dag, alltaf því fyrir ræktina að tekið eitt svona hring. Þetta er bara, þetta er gaman. Já, þetta er ógeðslega skemmtilegt. Ég Þetta er langar að skemmtilegasta læra æfingin. þetta af því að þegar ég er ekki með þér, þá kann ég þetta ekki. Þetta er bara svona nokkrar æfingar sem að þú bara mixar. En það er eitt lag. Já, það er lagið, ég þarf að vita það líka. Það er Massive með Drake. Það er alveg 5 mínútur langt lag og maður á, bara segjum eitthvað hvernig maður gerir þetta. Þú átt bara að vera með 1,25 cirka. Það er svona lóða plötur eða líka hægt að vera með svona lítið lóð. Mér finnst þægilega að halda svona, skilurðu, Já, halda svona krumlar. Krumla þetta. Krumla. Einmitt. Let's guys. Og hérna, þú veist, þú bara gerir cirka 30 sekundur á hverju einstu æfingu skiptir, bara útlægið. Já. Og það geggja að vera annarkvort á assaulthjóli með lappirnar, ég ger það núna alltaf. Það er sniðugt. Þá fer púlsinn svo háttu upp. Já. Eða, sem er alveg erfitt í kringum fólk, að stíga fram á til hliðar, saman hliðar. Já, það er svona smá sem að sé að dansa. Já. Þú veist, ég ger þetta alveg, ég er svona, fuck that, skilur. Ég veit það. En stundum hugsa ég alveg svona, ég get eiginlega ekki gert það núna, það er svo ógeðslega krátið. Það gæti verið erfitt í janúar. Þá gæti maður verið svona. Fólk er alveg, ég held að fólk sem er að æfa á svipum tíma, ég er alveg vandi í hversu, þú veist, skrýtnaræðingar ég er að gera það. Já. Algjör shit. En þú ert alltaf skrýtin í rektinni, manstu? Maður er aldrei, þú veist. Nei. Maður á ekki að pæli. Nei, the ones that are weird are the ones that pæli þér, sko. Mér finnst þetta gaman, þannig að sue me. Akkurát. Það er rétt höfður, sko. Þannig að þú varst frá mars til þá... Þetta var í lok apríl. Lok apríl, já. Þá varstu búin, já. Já, ég með þetta að skrifa mér. Ég man ekki hvort að ég var búin rétt fyrir afmæliðan Jói eða hvort þetta hafi verið yfir afmæliðan Jói. Hún alltaf hana 27. Við fórum hér bæ á afmælinu Jói. Þú varst ekki í skóm. Nei, þá var ég nýkomin úr þeim. Já. Ég held ég var 22. eða eitthvað. Já, þú tókst hæla með og við erum svona, nei, taktu svona flatbóna líka. Nei, ég fór í hana Ganni með Tiny. Já. En varst ekki líka með flata? Ekki alveg... Jú, við vorum alveg taktu með þér. Í hverju var ég þessu? Man það ekki? Man ekki. Ég man alltaf meira hvað ég gerði eftir hvað outfit ég var í. En já, þetta var 22. apríl. Já, einmitt. Í apríl, held ég upp á 3 afmælinu Emblu. Frozen afmælið, það var mjög skemmtilegt. Frozen, ég komst ekki í það. Þú komst samt. Kom ég? Já, mér minnir það. Já. Mér minnir það. Ég kom í lokin. Já, bara með vinunum. Ég ætlaði í skónum. Já, en þú... Ég komst ekki á Tinnumari sem var í mass, að ég var bara svo lítil í mér. Já, en ég kom. Já. Það var svona fólk sem að... Það var leiðilegast að var alltaf bara... Hvernig getur þið verið í þessum skóm? Já, en hver myndi spyrja svona? Gjössamlega allir. Ég bara heldur því að velja þetta. Hvað á ég að gera? Hvað fuck off? Já, hvað meinar þið? Þetta er ástæðan okkur, ég bara fór ekki út nema ég þekkti bara fólk mjög vel. Ég bara nefndi ekki. Ég man líka þegar við vorum hérna á skrifstofunni hérna. Hræðilega sem ég gert að labba gangin þetta og svona. Ég voru svo hestur. Gæðið langur gangur. Já. Frozen afmæli, já. Við fórum í óslega skemmtilega sumarbústaðarferð með stelpunum. Já.
með Siggu, Jóu og Hildi. Já, mega næs. Svo fór ég aftur til Tenni. Já, alveg Tenni Queen, sko. Já, fór mæ hérna í viku family ferð og svo fórum við til New York, baby. Fucking lifi á þessar ferð. Nei, það er búið að spyrja mig núna, það var spurt mig jólin, það spurði mig á Jómfrúnni, hvað var hælatið á þessu ári og fyrir utan óléttuna, skilur, að því ég ætla bara, hún má eiga 2025, þá er það New York ferðin. Já. Sammála. Frekar heldur en Króatía og allt, bara elska Króatía, það var ógeðslega gaman. Það var bara allt öðru í þessi. En þetta var gelluferð drauma minna. Það snerist allt bara að bara skvísast, gaman. Það var líka bara, að gekk allt svo vel upp, það var gott veður, gátum bara í Pilates, no problemo. Alla dagana í Pilates og vorum ekki með það of mikið plan. Nei. Að við vorum svona, gerðum bara sem okkur langaði að gera. Já. Svo vorum bara með Pilates og kvöldmatt. Já. That's about it. Þetta er ánast bara besta ferð sem ég farið í, sko. Ég er svo sammálaður og bara ég lifi á henn og ég mun núna, þú veist, að því að ég er að fara inn í bara allt öðruvís ár núna. Ég mun lifa þessari fakka til árið eftir, skilur ég mjög bara vákvæði þakklátt fyrir hvað þetta var ógeðslega skemmtilega ferð. Já. Þetta var styrlað, það voru líka bara 2, skiluru. Já. Það er svo krútlegt. Það var svo krútlegt og hvað við gátum. Sjálfum okkur nóg, bara. Og sko þið skiljið ekki hvað við vorum grenjandi og hlátri frá því við vöknum, þá til að fórum að sofa. Gjörsamlega. Grenjandi og hlátri. Ég held ég bara grætt svona örugglega 100 rukkur. Já, ég líka. Næst ætla ég að fara út úr frosin, sko. Já. Tökum við hérna bótóksjólaskröti með okkur. Það verður svirði. Já, ég átti síðan 10 ára sambandsamali í júní. Já. Crazy. Svo bara skelltu okkur beint til Króatíu. Croatia. Já. Gerðu eitthvað meira í júní? Við heldum best tea night í Keilöllri. Já. Það var í byrjun júní. Já, beint eftir hérna New York. Jáp, bara ógeðslega gaman. Heyrðu, þú glimtir fossetunum? Guð, þeir voru í júní. Þeir voru í mæ? Þeir voru í mæ? Já. Já, það er náttúrulega, vá, skál fyrir því að ég er bara að skoða hérna kalendurum mitt. Já, sniðugt. Nei, já, við einmitt hittum forsetaframbjóðir. Bá hvað það var skemmtilegt. Það var mjög skemmtilegt. Það var ógeðslega gaman. Það var svona, með því svona, já, skemmtilegast að einhvern veginn tebúslega séð eitt af því. Já, þetta er bara svona ógeðslega random. Ógeðslega random. Svona ekki eitthvað sem við erum annar að gera. Nei. Og að spyrja þau bara eitthvað hvort þau trúa drauga og hver uppáhalds Kardashian systir þeirra var alveg kast. Ógeðslega fyndið. Og við getum sagt að þetta var vinsælasti þátturinn á árinu. Já, hann var það. Já, þannig að það er ógeðslega gaman því þarna náttúrulega fengum við hlustundir sem hafa mögulega aldrei hlustað. Já, bara veit ekkert hver erum. Það voru kannski bara vonast eftir almennilegu spjalli við forsetaframbjóður. Ég meina þetta segir mjög mikið hvort þú veit hvað Kardashian er eða ekki. Mér finnst það og ég sér ekki enn þann dag að við höfum ekki fengið að Halla hafi ekki komist. Nei, hún var á Ísafirði eða eitthvað. En það má gefa Höllu það að það er henni að þakka að þessi hugmynd var til. Já. Nei. Jú, ég held. Nei, það var einn á undan. Já. Það er rétt hjá hann hafði samband á undan, sko. Hann var fyrstur. Hann Ástþór Magnússon. Ástþór. Í janúar. Sem að hataði okkur, basically. Já. Hann hafði samband fyrst við okkur í janúar. Í janúar, hann var bara... Ég vissi ekki eins og var fyrir kosningar þá, sko. Nei, ég var bara, hvað? Og þá máttu við sko ekki vita, hver það var. Nei, já, það var eitthvað sem hafði samband fyrir hönd hans. En við samt eiginlega... Við komumst að því. Grúskuðum aðeins til og þóttum hver það var. Sérst aðstofkonan hans sendi okkur og svo þurftum við ekkert nema að spyrja örfá í kringum okkur fyrir hvern vinnur þessi kona og það var svona. Þannig að jú, það er endar Ástþór var búin að biðja um að fá að koma og svo númer 2 var það Halla og þessna voru bara, heyrðu, ef ekki bara fá alla sem vilja koma. Alla sem komast, já. Við heldum gera bara svona eitt skemmtilegan þátt úr því. Ég ætla að vera skemmtilegt. Það var alveg svo skemmtilegt. Það var ógeðslega mikið vinna og þú veist, og undirbúningu líka þegar þú veist, það eru litlu hlutinir hjá okkur. Við þurftum alltaf að skipta outfit. Já. Þú veist, okkur gáttu ekki bara sitja í saman. Nei, það er ekki svo. Af því að það voru 2-3 dagar sem maður taka upp. Já. Við gáttum ekki verið alltaf í sömu. Ég myndi að maður myndi svitna. Já, en við gáttum heldur ekki verið bara á milli. Nei, af því að þetta þurfti að vera allt öðru í sig. Ef við myndum gera þetta 2 öðru í sig. En ég elskaði það var ógeðslega gaman. Þetta var kast, sko. Það var mjög skemmtilegt. Og við líka fögnum með mjög skemmtileg bara svona girls night eftir þetta, mannst ekki. Fórum bara út að borða 2. Já, fórum að apóteki, eða ekki? Nei, fórum að Kastrup. Ó. Já. Hversu oft hefur farið þangað?
Allt of oft á Þetta þessu bara ári. rennur saman í eitt. Er það svona fyrsta skipti við fórum með það? Sem við fórum á þriðjudegi eða eitthvað? Tekin. Þetta var eftir, Nei, hvað gerðum við svo? hvað má vita? Þetta er í Örugglega maí. eitthvað skemmtilegt. Þetta er í júní. Þetta er í apríl. Nei, hvað er ruggla? Þá er þetta ekki þetta sama. Nei, þetta er ekki það kvöld held ég. Nei, ok, við ætlum að gera mjög skemmtilegt. Já. Ég man það. Já, Þetta var held ég fyrir einhvern ívent eða eitthvað. já, kannski. Man það ekki samt. Man það ekki, en það var gaman hjá okkur. Svo fórum við, til Króatíu. Það var með vinahópnum, þessi árlega vinaferð. Oh my god, hvað það var skemmtilegt. Það var svo skemmtilegt. Ég elsk Króatíu. Split er líka komið svo óvart. Já, í sammála. Split er bara svona, ég veit það ekki. Ef þið ekki farið til Króatíu, farið þið. Já, mæli ógeðslega mikið með. Þetta er bara allt öðruvísi heldur en Spánn, Ítalía. Þetta er bara geðvægt öðruvísi. Bara þetta, ég veit ekki hvað þetta kallast, þannig að Old Townin, Já, svona litli þröngar götur, endast restaurants. já. Ég og Bensi voru náttúrulega lengur, þannig að við fórum alltaf mikið þangað og Já, það var svo, já. þá fekk ég svona aðra upplifun að þessu, þá var svona skoðað þetta alltaf meira, ég var svona, þetta er svo cool. Já, Þetta er þið bara voru eins og völundarhús. skemmti lengur, eða ekki? Jú, ákveða bara já. degi fyrir Já, eða já. eitthvað. Við langaði að fara til hvar. Alveg rétt, já. Og Eva og Jakob voru náttúrulega voru að fara fara, lengur, já. við náðum bara bóka fyrir sama gistheimili og Geðveikt. eitthvað. Það var líka mjög skemmtilegt að fara til hvar. Það er svona svo mini-split. Já, það inni. Já, einn daginn. Í daginn. Hvað heldur, þú ert að gleyma líka sko, í svona apríl, nei, fyrr. Þá svona byrjuðum við að undirbúa Besties. Það var fyrr, það var, manst Mars, ekki febrúar, þegar mars. þú komst ekki, við komst ekki á kjöriskristofuna. Já, að því ég var í skónum. Já, Það var ekki lyfta. það var ekki lyfta, já. Veist, það er alveg, bara svo leiðis. Já, við þurfum að taka Zoom-fund. Já, þessum að taka Zoom-fund, þannig að það var alveg fyrr. Þannig að við erum einmitt að detta inn í bara, við erum út í Króatíu, við klárum geggjaða vinaferð, svo bara sjúklega skemmtilega, lendum heima og Það er the launch. þá erum við bara say hello to besties. Já, en þá vorum við komin við allar umbúðin og allt bara tilbúið Já, og hjá okkur, skilur við skutumst í myndatöku. Það var Já. eina sem við áttum eftir. Ég maður vorum ekki eðla mikið að tanlines. Já, Ég var bara já. aðeins að minka Já, tanlines. svo mikið eitthvað svona. Þetta er random á, eða þú veist, í ísmyndtökunni. Já, einmitt. Ég man sko, óslega vel, ég bara, þannig dag sem hún var að fara þessi myndtöku, ég vakna og ég var bara ég man svo vel að ég hugsaði bara að ég var eitthvað smá slöpp, ég var bara eitthvað smá lasin, ég bara mér líður umlega, þú veist, eitthvað. Já, alveg rétt. Manstu ekki eftir? Og ég man alltaf, ég eftir að horfa á þessa mynd, alltaf og hugsa, ég var smá lasin. Núna horfi ég á þessa mynd og hugsa, ég vissi ekki að ég væri ólétt. Þú veist, ég sé allt öðruvísi, en þú veist, þarna var bara lítið bara komið undir og Undir belti. og bara maður hafði ekki hugmynd. Það er kannski ástæðan komið leið smá illa, kannski var eitthvað svona einkenni eða eitthvað. Já, mikið alveg sens. Svo fyndið, bara einhvern veginn að ég var ekki, ég mun alltaf að horfa á þessa mynd og hugsa, ég var smá lasin, svo bara nei, ég sé hann allt öðruvísi í dag. En það var ógeðslega gaman samt. Já, mjög skemmtilegt. Og vorum með Besties Lounge kvöldið sem var sjúklega skemmtilegt. Það var geðveikt. Það var ógeðslega skemmtilegt. Já. Og ég get alveg sagt að ég fór sátt inn í óléttuna með það sem síðasta partíið. Já. Þú veist, að ég fekk svo geðveikt góða skemmtun. Ég fekk svo, þú veist, við fengum að lunch eitthvað sem vorum búin að vinna svo hörðum höndum að. Við fórum að fagna með öllum bestu vinkonum okkar eftir á. Og heldum svo kvöldin áfram í karaoke og eitthvað svona. Og bara, já, þetta var allt svona mjög random en ógeðslega skemmtilegt. Ógeðslega skemmtilegt. Líka bara setja saman allar út að borða, þú veist, hvernig gerist það? Ég mitt. Það var ógeðslega gaman. Það var svo skemmtilegt. Og Besties bara, já, bara sturlar viðtökur, ertu tjóka? Þannig að þurftum að vakna líka klukkan 7 og fara í útvarpið daginn eftir þetta. Það var brekka. Það var brekka og beint út á land. Nei, beint upp í bónus. Já, beint upp í bónus, rétt. Og þar var fyrsta svona meet and greet og gefa goodie bags og, eða ekki? Það var þannig, jú. Já. Ógeðslega fyndið að lappin í bónus. Við erum ekki með þá. Já, við glemdum, vorum bara að segja frá þessu. Já, ég heldur gerðum það í roadtrip þættinum. Við glemdum, mætum hana alveg frá alltaf seinur útvarpinu, löpum inn. Báður búin að fá að vita bæðu og ég bara hellaði fréttir að ég veri ólétt. Já. Bara báðar að meðtaka bara og krauðþunnar bara. Hvað gerast hérna? Bara reglað. Nei, sko, þetta er okkur, ég sé bara fyrir mér svona CTV
klippuna af okkur sem við löppum inn og bugar á því og ég bara svona gríp í hendina þess ég bara, Birta, byrjum ekki með kjótibags og við sko hlupum hlupum út, brunum við bara skrifstofu þetta var 10 mínútur í við náðum þessu náttúrulega, þú veist, þegar við ætlum okkur eitthvað og getum það gali sko, alveg ekki lægi þetta var styrlað, ég veit það ekki svo tókum við ferðin í kringum landið sem djöfull var það gaman geðveikt bara, hvað erum við ekki búin að gera svona? Hvert fórum við? Við gistum á Akureyri Já, gistum á Akureyri, við stoppum náttúrulega bara Akranesi á leiðinni og Borgarnesi og alla þessa klassísku staði svo fórum við Egilsstaði Það var djúlega gott þegar Egilsstöðum Mér langaði svo mikið bara að hoppa í lækinn Svo komum við okkur yfir það var ekki mikið að stoppum frá Egilsstöðum Nei, það var bara hálendið gamla góða á bestis rútunni beinskiptur Ég hélt í alvegni að þetta væri fyrir að vera síðasta stund okkar En Birta stóð sér heti, ég hef aldrei getað keyrt þetta. Þetta var bara malavegur, upp á fjalli, upp og niður, blindhæðir, ég var bara, are we gonna die? Og við fórum úr bara bongoblíðu Egilsstöðum, inn í bara eitthvað svarthól. Já, literally. Já, þetta var svo skrítir upplifun, að keyra þetta svona 17 tíma, fór bara gegnum allar svona... Ástiðir tilfinningar. Við höfum gert þetta, stoppað á Egilsstöðum gist. Það hefði farið inn hitt bara, það er verra viður í dag. En þetta gerist bara svona sama degi, ég man bara ennþá þegar við vorum að keyra hana niðri áður maður kemur í Jökulsárlóna þar. Allir fuglarnir og það. Það var bara allt svo drungalegt. En samt það var sumar, bear in mind, það á að vera bjart. Það var bara dimmt. Það var ógeðslega skrítið. Og mikið, þú veist, við fórum að hugsa út mikið hlutum og pæla og... Það var röglega skemmt sem við gert bara að spjalla allan tíma bara. Já, þetta var svo merkilegt einhvern veginn og svo, þú veist, og við hefðum stoppað á fleiri stöðum ef við værum ekki að drífa okkur. Endgóla okkar var alltaf kótilettan. Þú veist, við vorum að drífa okkur og vorum alltaf bara með lænað upp gigg þar. Já. Og það var á laugardeginum. Við fórum á 5. degi. Já, eitthvað svoleiðis, já. Ætluðum að gista einna, Já. En það var ógeðslega gaman. Já, við gistum líka á hótel í Jökulsárlóna, nýja hóteli. Já, bókuðum það óvart og það var bara sturlað. Já, við ætluðum að fara eitthvað annað á Beilum. Hvert var það? Það var eitthvað annað hótel, eldra hótel. Já, sem var ekki þarna. Það var það ekki að höfna eitthvað. Við ætluðum að fara. Og ég man ekki eftir því. Það var eitthvað annað hótel í Jökulsárlóna sem er úr þessar keðju. Já, jú. Sem við vorum að skoða. Og svo rakst ég inn á þetta, ég var bara, þetta lúkar dálítið vel. Aldrei heyrt á æfur minni. Fórum hann inn og þetta var bara svona insane. Já. Við langar ennþá að fara hann aftur. Jú, við verðum að fara aftur. Já, 100%. Bara herbergir var svona njóta aðeins meira. Já. En við vorum alltaf að flýta okkur og fórum bara borða svo. En rúmur var líka geggið. Já. En þetta er alltaf ógeðslega langt í burtu. Já. Þetta er alveg 5,5 tími eða eitthvað frá bænum. En þetta var ógeðslega. Svo endur við náttúrulega á gamla góða Selfossi og það var ógeðslega gaman og Í rigningunni, já. Í 66 skólanum okkur bleiku flotti. Flottistu. Þeir alltaf komu vel til nots þar, sko. Þeir gerðu það 100%, þar og þjóðuti. Þeir bara voru mjög góðir, sko. Ég var ekki þar. Nei, en þeir voru mjög góðir. Og þetta var bara ógeðslega skemmtilegt ferðalag. Já, þetta var geðveikt. Svo kláruðu við þetta og þá bara eiginlega kom afmælið þitt. Já. Það var afmæli. Já. Ég ætla að fóta Króatí líka aftur með Eleven og K og John. Já, þú fórst með þeim. Það var mjög skemmtilegt. Kom svo heim. Það var bara stutt eftir það sem afmælið mitt var. Já. Fórum út að borða afmælið mínu. Við vorum hér í stúdíóinu. In real time. In real time. Við höfum aldrei tekið in real time þátt. Og postaði sama dag. Já. Það var alveg iconic. Það var ógeðslega gaman. Þannig að þið voru bara að horfa okkur bara 2 hours ago. Já. Við vorum enda bara woohoo. Eða ég allavega. Já, það var geðveikt. Fórum á apótekið afternoon tea. Beint hérðan. Og svo fórum við að borða. Og Otto. Já. Svo er karaoke. Alltaf karaoke. Nei, sko, ég er alveg smá svona, ég vill ekki fara aftur í karaoke. Nei. Ég er alveg smá skafast mín. Ég er alveg smá búin, sko. Ég bara geta ekki fara aftur í karaoke nema bara í útlöndum eða eitthvað. Já. Ég er alveg smá svona, hvað er ámanni? Þetta var karaoke, sinns. Aðeins svo mikið karaoke um ykkur yfir okkur. Já, við þurfum aðeins að chilla. Já, og sérstaklega núna að því að meðan Wicked er strong, þá langar mig ekki að fara. Nei. Að því að ég myndi bara pirra alla. Jú,
Þú væri bara Defining Gravity og Nei, bara popular, sko, ég kann hitla ekki neitt. Þegar þú samt ert komin í ákveðna prósentu, þá ertu bara, ég get þetta. Nei, það er svo fyndið, ég er alltaf að syngja þessu lög, ég kann ekki stakt orð. Ekki stakt. Þetta er svo fyndið. Oh my god. Það er það versta þegar þú ert að syngja og kannt ekki orðið. Já, það er, já. Það er fyrir aðra. Já. En svo hélstu ammálið líka. Já, svo hélt ég Coquette. Ammali. Breytti bara íbúðinni í bara, gerði allt bara hvítt með hvíttjöldum og... Svo næs. Það var óslega cute. Já, geðvist cute. Og ég er svo ánægð með okkur báðar að hafa haldið ammali í ár. Bara gerst eitthvað. Þannig að þetta er svo skemmtilega minningar. Já. Þótt maður sé eitthvað svona in the moment og ég veit ekki hvað þín svo bara, þetta er alltaf þess fyrir þig. Já, þetta er það. Já. Svo gaman að geta boðið heim og verið í vibes, skilur. Já, Ég var með eina reglu og það var bannað með svörtu. Og stóðu þessu allir. Er það ekki? Jú. Já. Mér er þessi systir mín. Já, Hún er alltaf í svörtu. Sko, vel gert Rebecca. Já, ángríns. Svo áttu við bara, talandi ammali, svo áttu við 4 ára ammali. Já, það var í september. Já. Gerðu það ekki þannig í lok ágúst? Ekki... Þannig var ég á standby dálítið mikið fyrir, fóru ekki til London? Ekki strax. Nei, ok. Við fórum í London í september. Ég var á standby þarna fyrir Jóu. Já. Manns vel eftir þessi tíma, ég var bara svona, þorði ekki að gera mikið. Nei, einmitt. Ég var bara svona, já, ég fer heim svo aðeins, svo fyrr. En já, allavega þegar það var svona eitthvað sem að ræða. Alltaf getur lust á alla þessu sögu í áskriftinni. Já. Baby Joey. Og svo, svo 4 ára afmæli, Keilhöllinni. Hún er bara búin að taka mjög mér quiz á þessu ári. Já, við erum 100%. Það var ógeðslega gaman. Mjög duglegri því, sko. Já. Fórum hana, fengum geggjaða köku og sætum syndum, djöfull var hún flott með þér. Ég ennþá hugsa hana. Hún er svo falleg. Og ég var svo þakklát líka þegar við fórum með hana á sjóið. Það var fólk sem var bara, Sunna, varst að baka? Ég var bara, vá, takk fyrir að trúa svona vel. Nei, líka, veist sko, ég er þakklátt fyrir að allir vildi fá sneið og hún klárast upp til agna. Já. Það er ekkert sorglega en að fá svona ógeðslega fallega köku og hún er ekki borðuð. Það er hræðilegt. Af því oft er maður bara, nei, það sparna, svo flott. Og maður þorir ekki að skera hana. Það þorir ekki að skera í hana, en svo leifur bara ná mynd, þá maður bara go ahead. Ég bara dig in, og við bara gáum öllum bara sem maður vildu. Köku í Keilhöllinni. Það var geðveikt. Og bokka hann var góð, við fengum okkur eina sneið líka. Ég var bara byrst að spara eina fyrir okkur. Já. Please. Svo áttum við svo geggja kvöld á það í Keilhöllinni og við förum að eitthvað aðeins baksviðs og eitthvað svona, baksviðs, eitthvað lilla herbu kompur á hana. Og baksviðs, já. Og við stelpum það kom eitthvað inn og við erum að spjalla og eitthvað svona og svo vorum við bara, við verðum að fara í stelpuferð, og þar fættist hugmyndin af París. Af því við vorum að segja stelpunar eitthvað, komið með, við erum að fara til London í næstu viku, komið með, bara allir velkomnir, bara að vera ógeðslega gaman. Og stelpunar vissi ekki þarna að ég væri ólétt, nei, einmitt. Og já, þetta var mjög skemmtilegt. Það vissi það enginn heldur út í London? Nei. Það er rétt. Svo fórum við bara beint til London. Já. Það var ógeðslega gaman. Það var bara, já. Chaotic. Smá chaotic. Við áttum kannski inni með eitthvað New York var gott. En það er líka 100% okkur að kenna, manstu, við fórum til New York, sko. Með engin outfit. Já, en í New York var allt. Pre-planned. To the T, bara gym fit, we got it. Þetta fit, we got it. Við pöntum svo mikið á hótel en við þurftum ekki að fara að shoppa. Já. Fórum bara einn dag eitthvað, kíktum við nokkra búðir svo. Sjá bara næs. Já, bara kósi. Bara gaman að gera það. Það var ekki eitthvað mission, eitthvað, verða að kaupa eitthvað. En við lærðum að þessu. Og vorum ekki svona í París, í þokkabót. Nei. Þannig að, þú veist, ég segja að við höfum lært hellinga þessu. Að því að, já, en fórum að ná live show í Bretlandi og var ógeðslega gaman að bara kíkja þess út, bara í stuttaferð. Það var mjög stuttferð. Mjög stutt, góð helgaferð. Fór ekki föstu og kom heim á mánudagsmorgun eða eitthvað. Það var mjög. Ég fer aldrei aftur í svona stuttaferð. Nei, ég fer aldrei aftur í svona flug. Nei, bara aldrei aftur. Aldrei. Nei, ég man bara þegar ég settist inn í Uberinn þetta kvöld, eða þú veist, þennan morgun, já. Að ég var bara, ég er orðin gömul fyrir þetta. Ég bara er orðin of gömul. Þú ert líka ólétt og eitthvað? Já, ekki bara það. Þetta er bara, þú veist, ég var bara. Þetta er líka bara fríið. Ok, við erum svo að tala að við fórum í næturflug heim. Já. Heim. Það er annað að fara, þú veist, næturflug út, að þá maður verið stemmara, skilur, maður er spenntur að fara út. En fara heim. Og líka þetta búið svo mikið keyrsla, stutt í dagar, geðið mikið svona bugun líka út af Harrods, náttúrulega, ég fer aldrei aftur að inn. Ok, Harrods, sko. Hjálpi mér. Ég bara,
og ég var að hælum allan tíman, ég var að drepast í löpunum og já, og svo bara vakna, við lögðum okkur í klukkutíma eitthvað, vakna aftur, það var svo gaman á Nobo hótelinu. Geðveikt. Og var geðveikt. Ég hefði verið hann lengur, Hittum Camilla Cabello og það var gaman, geðveikt Caesarsalat. Bara, mér dreymir bara Nobo aftur. Já, inni að smaka koktelan hana. Já. Þannig að við munum fara aftur. Smakka. Já, á Nobo sjálfu. Já, en bara við erum inn þetta hótel aftur. Mér finnst það. Já. Ekki. Við þurfum bara líka að vera hann og njóta. Til að morgumatur góður. Já, og frábær. Og Pilates. Pilates er inni. Í húsinu. Já. Geðveikt, já. Geðveikt. Já. Þetta var svo gaman. Já. Svo eftir það, hvað var það? Svo bara komum við heim og þá var bara október kominn, þannig að ég tilkynnti. Þú fórst í Mílan? Já, ég fór til Mílan. Já. Með, við mæðgur. Fórum til Mílan. Það var mjög skemmtilegt. Fórst í Mílan og ég tilkynnti óléttuna á meðan. Fekk að vita kynið og tilkynnti óléttuna. Tilkynnti mér kynið fyrst, eða ekki? Jú, ég tilkynnti þér kynið, við tókum upp. Áður, já. Svo tilkynnti við. Já, og þáttunum kom út og meðan ég var úti. Já, það var allt mjög vel skipulagt. Og svo náttúrulega bara the spooky season, sko. Halloween. Það var ógeðslega skemmtilegt. Við vorum í mesta stresskastinu í ár út af hræðilegum hurricane. Já, einmitt. En allt skilaði sér á endanum búningarlega séð, en við vorum alveg í stresskasti, sko. Pöntum við svona 1800 búninga. Já. Og líka allt í svona frekar stóri stærði eins og fyrir mig, þannig ég veit ekki sem hvort við getum örugglega látið bara saumið eitthvað. Já. Bara sniðað eitthvað, við klemmuð eitthvað. Já, við finnum eitthvað út af því, en það voru skemmtilega búningar í ár. Og það var til dæmis einn búningur sem ég og Gunni ætluðum að vera mástu, sem við eigum inni. Já, við eigum inni, fyrir öskudaginn. Þannig að býðum spenntið fyrir öskudagsbúningnum. Þannig að það verður mjög gaman, en þú var Sabrina Carpenter úr Tastebind.nu. Já. Sick búningur. Ég tók Britney, svona lifelong dream. Já. Það var mjög gaman. Twinning, sko. Já, svo vorum við náttúrulega í Tippmanni, hvað vorum við ekki? Við vorum gúrkur. Já, vorum Grú og Vektor. Já, svo vorum við Deadpool og Wolverine. Já, með Fíónu og Elsu. Já. Tjóðlar þetta gaman var. Shit, sko. Það var ógeðslega, það var mjög skemmtilegt og vel heppnað spooky season. Og svo í rauninni heldum við náttúrulega bara stærsta live show aftur. Já, wow. The live show. Já. 4 ára live show með Gina Trigot. Alveg gjörsamlega galið og gáum út mördsið okkar. Einmitt. Fyrsta fatakinn sem að Teboði gefur út. Og hvað sem ekki að gera í samtala með, þú veist, Gina. Með Gina, já. Einmitt. Það var gjörsamlega sturla kvöld þar sem að við, fórum í brúðkaupskjóla og hvað. Þetta var alveg kast. Ég veit ekki alveg hvernig við náum að toppa þetta live show. Nei, þú veist, þetta er málið. Þú segir þetta kannski einasta ára, hvernig ætla næsta ára, ég veit það ekki. Þetta er alveg stressvaldandi, sko, hvað þetta var allt vel heppnað, allt fullkomið. Og svo beint eftir þetta erum við bara að skella okkur til Parísar. Paris, já. Nei, það var alveg 2 vikur, 3 vikur saman. Samtalið stutt eftir og skilur við og skellum okkur í stelpuferð til Parísar. Bara hversu... What a life. What a life, í alvörunni, já. Bara að fara yfir ári, bara hvað við erum búin að gera mikið, hvað búin skemmtilegt. Jólasísoni í Teboðinu var líka frábært. Bara hvað við fengum, þú veist, ógeðslega skemmtilega gesti. Þú veist. Bara allt. Já. Geggjaður aðfangadagur, oh my god. Og bara by the way, bara... Gleðileg jól. Já. Gleðileg hátíð. Já. Ég elska þegar þetta season, þegar maður bara eitthvað, eins og fóru taxa daginn og taxabílinn segir bara gleðileg hátíð, ég bara, gleðileg hátíð sem ég les. Já. Svo, fólk er svo gott við hvort annað. Já. Svo fallegt. Já. Gunni var alltaf að segja, bara, ég trú ekki, hann var alltaf bara eins og 23, bara, ég vil ekki að 24 sé á morgun. Ég bara, hvað meinar? Ég elska svo mikið þennan tíman inn á milli. Já. Þú veist, fattar ég bara svona stresskvöldi er búið, þú ert búin að öllu 24.
Nei, hann vildi ekki klára þetta. En þú búin öllu 24. Svo bara eitthvað, skemmtileg tími framöndan einhvern veginn. Jó. Og þú veist, gamlas núna og kveðja árið. Já, líka búið að geta þægileg, þú veist, allir eru bara í fríi allan tíman. Já. Þú veist, fólk sem er svona 8 to 5, 8 to 4 og 9 to 5. Já. Þetta búið að geta svona Gæðið skemmtilegt. Já. Búið ógeðslega skemmtilegt. 2 helgar sem kom inn í þetta. Já. Alveg iconic. En við værum náttúrulega ekki hérna með ykkur ár eftir ár nema að væri þökk okkar bestu styrktaraðilum. Bestu okkar. Þannig að við ætlum að byrja líka, við ætlum að minnast á okkar bestu styrktaraðila, Blush. Þakkar ykkur fyrir gott ár og við þökkum ykkur Blush fyrir frábært ár. Fullnægjandi ár. Já, við erum búin að vera mjög fullnægðir. Það er svo mikið kannski. Já, kannski. Stopp þetta. Nei, en hérna... Og við erum bara spenntir að fara inn í nýtt ár með ykkur. Þeir eru alltaf að toppa ykkur og það er svo gaman að vinna með ykkur. Svo ótrúlega flott fyrirtæki. Já. Gaman að vinna með þeim. Já, bara frábært. Netgyro, búið að taka heilt ár með okkur. Já. Ógeðslega skemmtilegt að vera með Netgyro gegnum árið. Og geta notað þessar sniðu lausnir sem að þau bjóðu upp á og vera með öryggið í farabróti. Algjörlega. Þannig að við erum mjög þakklátar Netgyro. Já. Mjög þægilegt. Algjörlega. Netto. Svona frekar nýlega komið inn en samt ótrúlega skemmtilegt. Já. Elska Netto. Elska. Já, Netto. Íslenska Target. Já. Eins og við höfum sagt áður. Það er bara svo gaman alltaf að vera Netto. Það er bara ógeðslega gaman að vinna með Netto. Já, það er mjög skemmtilegt. Við fengum ógeðslega skemmtilegt dagatöl, appdatalið sem er bara ennþá í gangi eru, þú veist, tilpóstaðar voru núna á milli jól og nýjárs og á gamla sjálfum. Þannig að, en ég veit ekki, þau hugsa alltaf einhvern veginn svona fyrir öllu og það er náttúrulega tæknilega sé útrast að versla hjá Netto út af appinu og við sunnum við ætlum að fara í keppni hver safna meiri innegn næsta ári. Það verður shopping-keppni við mig, sko. En þú veist, þú þá verður að muna að skanna. Já, ég gera það. Já. Of course. Þannig, við erum mjög þakklátt fyrir Netto og bara hlökkum til komandi árið með ykkur. Það er bara svo skemmtilega tíma framöndan. Bara geggjaði tíma bara Páskarnir og Páskar. Já. Páskaöl og Nei, Netto er svo skemmtilega páskar. Já, reyndar rétt. Já. Reyndar rétt. Þannig að þú veist, það er svo mikið skemmtilega framöndan. Svo náttúrulega sjálfsög Coca-Cola. Best. Já, Ég er búin að drekka yfir mig að kókigleri. Ég líka. Og mun halda áfram. Já. Mun aldrei hætta. Nei. Bara best. Þetta er hátíðadrykkurinn en það var líka, þú veist, Zero búin að vera ógeðslega mikið snilld og mjög þakklátt fyrir þá nýjung sem kom á árinu. Svo sniðugt. Já, ógeðslega sniðugt. Coke Zero og við höldum ennþá í vonina elsku Coca-Cola. Diet Coke. Látið 2025 vera árið sem að Diet Coke kemur til landsins. Já. Þannig að, já, var það ekki? Ég held að það sé Það er draumur. Það er draumur. En við erum vel stakt af góðu kóki. Góðu Coca-Cola. Góðu kóki. Góðu Coca-Cola, já. Við erum með mikið fjölbreytni. Það er til Coca-Cola Light. Já, einmitt. Ég sé það. Einmitt. Og svo talandi bara góða drykki þá Happy Hydrate. Mikilvægt. Mjög mikilvægt og mjög þakkláttar fyrir það samstarf. Já, ég er búin að alveg stick to the happy í rútínu í þessu saltbjúu Ég líka seasoni eða búið að bjarga mér. Ég er ekki búin að vera neitt blótið eða neitt. Og ég er ólétt, sko. Við sko easy að bara bjúknast svona eins og puttunum og þannig, þú veist, bara ekki neitt. Ég er aldrei búin að vera vesinu með hringana mína eða neitt þannig ég er bara svona, it's happy. Bara alltaf, jólamaturinn, bara 2 dag, bara Ég bara kvöldsmótna, bara 1 stig á mótna og 1 stig á henni fyrir að sofa. Bara ég elska þetta. Og pizza er ógeðslega góður. Já, hann er geggjaður. Ég fíla hann sjúklega mikið. Það er svo gaman að við erum með svona mikið fjölbreytta brauðum. Já. Elska það. Það er ógeðslega skemmtilegt. Aron segði að hann blanda saman pizza og pina colada. Fólk er alltaf að blanda ykkur. Ég til að pröfa það. Ég hef blandað bleika og gula einsinni. Það var mjög gott, sko. Ok. Ég til að pröfa það. Já. Ég er bara spennt fyrir þessu. Já. En við erum mjög þakkláta fyrir Happy Hydrate fyrir að vera með okkur. Núna, tæplega hálft ára, það er bara ógeðslega skemmtilegt. Já. Sjá hvað tíminn er ógeðslega fljótur að liða. Svo fljótur að liða. Og svo er það síðast, en ekki síðast, K18 og 11. Thank you for saving our hair. Takk fyrir árið, í alvörunni. Þetta er búið að vera árið sem að við
báðar fyrir með mikið haircare og það hefur skilað sér. Það hefur algjörlega. Svo ég segi það. Jú, bara takk hella fyrir Break Your Warehouse, we love you besties. Og talað þeir sem eru að setja sig ykkur áramóta heita þá ætti það haircare að vera mjög ofalega og ég held að sé. Já. Held að sé hjá flestum að fara svona inn í þetta ár með healthy hair, sko. Bara svona eitt tips, bara buy the K18, sko. Bara buy it. Do it. Þú átt að skilja. Gerða það fyrir þig. Já. Hárið á að skilja. Já, hárið og bara eiga detox shampoo til dæmis núna. Ég gaf til dæmis K18 pakkan í jólagjöf og ég veit að það var mjög vinsælt. En þú veist, eins og eiga detox eftir að búin að vera að fara í veislur og setja hárlak og setja þetta. Skötu. Nei, líka bara þegar með ógeðslega mikið vöru í hárinu, það er bara key að detoxa allt úr því. Það er bara svolítið svo les. Þannig að þetta er, K18 11, Reykjavík Warehouse. Thank you so much. Og svo náttúrulega að því að við erum á dettin í janúar, þá erum við, eins og oft sagt að við erum ekkert eðlilega spenntar fyrir veganúar á Serrano. Þannig að þið veitir hvað þið finnum okkur í janúar. En Serrano líka. Já, að panta með bestískóðunum. Já. Það hafi aldrei pantað á netinu. En ég hef aldrei smakkað veganúar, þá bara, þetta er besti burrítóin. Ég get ekki beðið. Ég ætla að borða þetta alla dag í janúar. Já, ég líka. Já, af því að við fáum bara í janúar sem bara er fáralegt. We mad at you, bro. Þetta gerir þetta svo spennandi. Já, það gerir það. Það er svona jólinn fyrir okkur, svona janúar. Af því að janúar er eiginlega boring. Samla. Maður er bara eitthvað svona taka til í öllu og svona gesa og fá þennan burrito með. Makes it worth it. Já. En að því ég hlusta að þáttu frá því fyrra. Þá var ég að heyra hvað vorum að segja. Og við vorum einmitt bara, þetta er besta ár, hvað ætlaðu að toppa þetta ár? Alvöru, fyrra? Hvað gerum við fyrra? Jú, við fórum Harry Styles. Rétt. Og við fórum til Nice. Rétt. Fórum til Suður-Frakklands. Þú veist, þetta var sturla ár. Já, og það var fyrsta árið sem við seldum upp live-show okkar. Þú veist, þannig ég skil alveg að við höfum verið mjög við vorum hér sko, og ég skilði það ógeðslega vel og mér fannst það ógeðslega krúttlegt því ég bara, við fórum á fótboltaspil þetta var geggja ár þetta var geðveikt ár, já það var rétt hjá okkur en við vorum bara hvernig á næsta ár eftir að toppa þetta svo bara kortir setna voru komnar í okkar eigin stúdíó sem erum bæðið búin að stækka núna aftur og þetta er bara, já It's been a hell of a year. It's been a hell of a year. Það er ekki grínast. Mystery Box fættist á árinu. Já. Besties náttúrulega. Svo mikið búið að gerast. Svo mikið. Já. Sem var Þetta var ógeðslega skemmtilegt ár. Já. Við fórum svona aðeins yfir hver ertu með eitthvað planað næstari? Ég spurði þig og þú spurði mig. Þú sagðir að þú var ekki með neitt planað. Þú varst með enga ferð planað þarna. Nei, við vorum ekki bara að plana nýs. Króatíu. Það gerist bara kortir setna. Já, við gerum það strax í janúar. Já. Og svo allt hitt var alveg bara skyndi, sko. Já. Ógeðslega gaman. Eina sem var planað var basically aðgerðin. Já. Morocco, var það líka skyndi? Jú, það var planað. Ok, þú sagðir allan ekki þá. Já. Kannski var ég bara búin að tilkynna það eitthvað. Nei, já, getur verið. Kannski var ekki alveg nelt niður. Glimtum að fara yfir LSS sería 3 kom út. Já, hún kom út. Guð, hvað er það okkur? En ég sagði fyrra á þessum áramótum að það væri engin ferðplönu nema Amsterdam. Þú fórst ekki til Amsterdam. Ég fór aldrei til Amsterdam. En hei, gaman. Þú getur enda að fara til Amsterdam. Ok, ég er mjög spennt. Fórst þú ekki til Amsterdam? Það var í 2023. Það var 2023, já. Það var það ár, já. En ég sagði að það var engin ferðplönu. Þú sagði líka að þú værir ekki með neina ferðplana nema þú væri búin að ákveða, það væri nelt í steinin bara að þú væri að fara á Drake tónleika. Aha, þeir voru ekki? Nei, þú sagði hann er búin að nánsa Evróputúr, en svo var hann það ekki. Jæja, það var flott. En þú varst mjög ákveðin í því. Já, það er sorglegt. Já, það var held ég bara ekki. Nei. Allavega ekki í Evrópu, en allavega var alveg þetta bíf og okkar sko líka þessu ári. Ég veit, það er stórt ár sko, fyrir mig verið í janúarlum. En þú sagði mér ekki þeim þetta eitthvað, er ekki must að fara á eina tónleika á hverju ári? Og við vorum alveg, jú, þannig að við plönum eiginlega í þættinum að við ætluðum á Beyoncé. Já. Það gekk ekki heldur, en gott bara. Við fórum ekki neina tónleika, svo? Nei, við bara gerðum það ekki.
við áttum með að Sara Larsson og náðum ekki að fara. Nei, því ég fór í aðgerðina. Ég átti nefnilega að komast á þá. Já. Svo bókaðist þessi aðgerð. Við ætlum líka á Ice Guys, komumst ekki, sem við sjáum eftir og ætlum ekki að gera það í mistök aftur. Við fórum á Júlíuvenner. En við fórum á Júlíuvenner og dýra fucking gaman. Þannig að þú veistu það, það voru bara mjög góð tónleika sem fórum á. Við fórum á tónleika, vissulega. Getum sagt það. Bara mjög gaman. Ekki erlendis en á Íslandi. Já. Svo vorum við með, 3 sameiginleg markmið. Svona áramóta heiti. Okay. Og númer 1, og þetta er eitthvað sem við vorum búin að segja öll árin að við ætlum að gera og aldrei staðið. Fjármálinn eitthvað. Nei, en þarna sögðum við en við gerðum þetta. Við byrjum í World Fit. Já. Við sögðum þetta bara við ætlum að byrja, við verðum að gera og við gerðum það. Þannig að ég mér finnst þess að við megum fá Applause. We did it. Einu ástæðan hverju ég hætti var bara út af aðgerðinni. Já. En ég er búin að vera frá aftur núna. Já, og þú er búin að vera frá aftur núna og ég er bara mjög spennt að þau eru alltaf með svona mömmu tíma líka. Já. Þannig að fyrir mömmu fitt þegar að því kemur en já, það voru svona sameiginlega allan, það var fyrsta og við vorum bara ekki, jú, gerum það, skrifa hérna í kalendar, jú, við gerum þetta og við gerðum þetta, ég er svo ána að hlusta á þetta. Það var líka að það skilaði sér, sko. Janúar var alveg góðu mánuður og febrúar, sko. Mjög góðu mánuður og það var ógeðslega skemmtilegt. Fengum alveg glow up, sko. Sver. Svo vorum við með markmið að halda áfram í bolta íþrótt vikulega. Herðu, still doing it. Já, still doing it. Komið nýja líka. Já. Alltaf í boltanum. Alltaf í boltanum, þannig að það er ógeðslega gaman. Já. Að við höfum haldið það út í, heilt ár. Ég er mjög ánægð með það. Þriðja sem við settum sem voru svona báðar gett sammálum og sameiginlegt, það var að koma heimilinu í meira skipulag. Ég veit ekki alveg hvort ég hafi náð því. Ég geta á tímabúndum, svo bara fokkast það upp. Já. Við vildum vera með minimalískari lífstíl. Ég er alltaf reyndar að reyna. Ég líka alltaf að reyna, já. Veistu hvað ég gerði? Og maður sína íbúðina. Þannig ég tók, og svona gerði allt fyrir opið hús og þannig. Tók ég þetta mikið og setti niður í geymslu. Ok. Ég er ekki búin að sakna neinum af þessu hlutum. Ekki einum. Nei. Þannig að ég held ég þurfi bara að fara með það í Rauða krossinni eða hvað er þinn eða eitthvað. Eins og hvað var pakkaðar niður? Bara alls konar svona eitthvað svona, ég var díklöttara fyrir opið hús. Já. Og ég man að þið komið bara að það er eitthvað tómlegt og ég bara, mér leiði svo vel. Já. Mér fannst það næst að hafa svona tómlegt. En það var bara líka svona alls konar sem var á eldhúseginni og bara svona alls konar stöð. Sem þarf ekki að vera. Nei, greinilega ekki, af því ég veit ekkert hvað það er núna í. Þannig að markmið strax bara og með að tala það er að taka til geymsluna aftur. Sammála. Hreinsa þess úr. Sammála. Líka ég er dettin í tímul núna ég er dettin í það er janúar og maður fær alltaf þessa manju bara nei, það verður að vera fínt og díklötter og allt þetta pluss hreiðursgerð þannig ég verður örugglega bara pínu psykopati. Ég held ég losi mig bara við allt sem var bara svona, já. En ég er mjög spennt fyrir því. Já, í alvörunni, maður þarf ekki að eiga svona mikið. Maður þarf þess ekki, sko. Ég er svo mikið horter bara. Ég er horter. Gessamlega. Ég bara er svo sammálaður. Svo var ég með eitt af mínum áramótaheitum, þannig fyrra, var að verða amanniska. Ég myndi alveg segja, ég kom sjálfur mér óvart á þessu ári. Ég get sagt að þú ert orðin amanniska. Já, ég held að ég hafi bara, orðin mun betri en ég var. Bara ofta á mappinu að séð þú ert bara mætið gymmi nýja, ég er bara djöðlega vel gert. Já, þannig að þetta ári líka, ég set mér þessi áramótaheitur og hvert einst ári eitthvað svona duglegri ræktun og þetta er fyrst sem ég bara actually, I did it. Komst, sást og sigraðist. Já, ég er mjög ánægð með það, sko. Þú varst með að fjárfesta. Já. I tried though. Já, einmitt. Þannig að, við erum bara... Ok, núna ætla ég að gera það. Já, núna verðum við. Þannig að ég bara, þetta var búið... Það er eitthvað sem ég þarf að gera. Veit að við þurfum bara að gera það. Fjárfesta meira. Veit það. Kaupa mína hlutum, fjárfesta meira. Minimaliskari, fjárfesta. We can do this. We can. Það ekki. We're grown women. We can. Þannig já, þetta voru það sem við fórum yfir. Ertu með eitthvað svona on top of mind? Áramótaheiti? Fyrir þetta nýja ár. Bara það sem ég var að segja. Já. Fjárfesta? Já. Og kaupa minna hlutum og frekar að safna og spara. Já, og veistu hvað ég sá? Ég verð að koma inn á, af því að þetta er í tengslu þetta.
inn á TikTok, ég sá eitthvað svona að vera að tala skilur svona markmið fyrir næsta árið og það var að að fara inn í use what I have era. Þá bara, þú veist, ef þú átt í þess að fara að kaupa nýtt ilmkerti, nota það sem þú átt. Í þess að fara, þú veist, ekki kaupa eitthvað fyrir en hitt búið. Já, ég hef aldrei keypt mér ilmkerti sem ég á ekki. Nei, þú fatt hvað mér, maður svona stundum bara auka jakki eða eitthvað, ég veit það ekki. Já. Föt svona mitt Þitt, já. En bara svona use what I have, bara sjá bara svona áður og kannski kaupa jakka, bara eitthvað sem ég get nota bara. Ég þarf að taka þetta til fyrirmyndar þegar kemur að einhverju ísskápnum. Einmitt. Þú ert mjög dugleg að gera það samt. Já, ég tek við þetta í tímabilum, en ég er sammála, bara use what I have, bara, maður þarf að gera þetta. Og bara, þú veist, ég á svona 100 þurfur og pastabaunum og alls konar. Gjörsamlega panta mig mjög mikið. Já. Og bara svona skyndibiti eða svona þægilegt serrano og eitthvað skilur svona mjög mikið þægindi. Já. Tökum janúar í use what I have. Bara reynum bara að declutter the house. Já, elda heima meira. Elda heima. Ég er alltaf mjög dugleg að elda, en þessu ári var ég rosalega léleg í því. Mér fannst við vera að gera svo mikið. Já, og það er svo mikið, alltaf eitthvað að gerast. Já, og við vorum að lifa svo hröðu lífi að við reynum núna aðeins að núllstilla okkur. Já, bara aðeins hæja. Be in the moment. Já. Mér finnst ég alltaf vera á milljón. Sem. Mér langar svona að njóta. Eins og með jólin, ég er ekki búin að siðast niður og njóta nema eitt kvöld. Þá leiði mér og ég horfði á svona 10 þætti. Þá var ég þurfti þetta svo mikið. Já. Áramóta heitir mitt var að reyna að klára Lost, það er ekki bara að gerast. Nei. Djöfullin, ég fyrir inn í þetta ára að horfa á sömu þættina. Það er alltaf næsta ár. Já. En já. Þetta var ég að búið með 2006, ég vona það. Já. Þú getur það. En já. Markmið. Áramóta heiti. Já, áramóta heiti. Hreyfa mig meira, dugleg. Gymmið, Pilates. Já. Ég er að byrja Pilates. Ég er svo abbóð, ég hlaka til. Pilates Club, ég er óspennt fyrir því. Já. Þannig að ég byrja því í janúar. Já, byrja bara nú í janúar. Já. Gaman. Sýnast ég þessi? Já, geðvitt. Það er alltaf janúar markmiðið fyrir Pilates. Já, geðvitt. Og bara svona hugsa vel mig. Ég elskaði janúar í fyrra. Tókum World Fit og vorum bara svona ekki að fara of mikið eitthvað út að borða eða að drekka eða eitthvað hannig. Og mér leiði bara svo vel eftir það. Mér langar smá að taka það aftur. Já. Það er allavega ekkert svona plan þangað til 31. janúar. Já, þá ertu að fara út. Já, þá er ég að fara út. Þú ert að bókaði ferð. Já. To New York. Ég er svo bara, oh my god, I'll miss you so much. Já. Ég verð með þér í anda. Ég var bara líka, þú veist, Bensi, má ég fara þá bara einn í Pilates? Já. Það er svona hvað creepy. New York er alveg kalt á þessum tíma. Já. Bara einn eitthvað lappa í Pilates. Já. Í kuldanum. Nei, ekki með. Nei. Bensi er okkur óstóru fyrir Pilates-beggin, sko. Bara, þú svo hugsaði það, þú var bara... Hann myndi frekar bara, já. Bara setja að býða þér. Hann er svo mikið B-mannska. Já. Ég elska það þegar við erum úti að ég get að fara að æfa eitthvað, þú veist. Byrja daginn. Já, bara að því að ég þarf hvort þeirra betur en að hann vakni, skilur. Já. Ekki að fara bara... En við erum þá þannig hóteli sem er alveg gym og gym classes og eitthvað. Nice, ok. Þannig að þú getur kannski líka nýttið það. Já. Ger það kannski. En þú ert líka með ferð planað í mars. Já. Bara til London. Hvenær er það? 5. byrjum við. Já, ok. Já. Eftir afmælið þitt. Já, eftir afmælið þitt, já. Geðveikt. Hvernig langar að hafa afmælið þitt? Ég held hópferð í spa. Geðveikt. Það ekki? Jú. Bara eitthvað sem ég get notið, allir njóta. Já. Bara... Hvað spa getur það verið? Við finnum út af því. Já. Eitthvað cute. Það var gaman að fara eitthvað svona, kannski smá roadtrip, skilur það eitthvað. Bara að því ég get kyrt. Já, þú getur. Ég get það. En ég var búin að hugsa bara eitthvað svona, að því að ég sagði sjálf með, þú gerir eitthvað, en að því ég vorum að tala um bara búið til minningar er þessi verði. Já. Þótt ég verið hann kass og eitthvað svona. En gera þá bara eitthvað sem hentar því. Eins og bara hópferð í spa. Já, það er geðvægt. Það þekki bara. Jú. Þannig að við skipuleggjum það. Já, góð mat og bara eitthvað svona næs. Hugsa það. Það er geðvægt. Já, þú ert með 2 ferðir bókar. Já. Mjög spennt. Já. Svo þarf ég að fara að pæla í sumrunu, sko. Já. Bóka það. Þið voru að pæla að fara frekar eitthvað til september. Já, við ætlum að hvíla utanlandsferðir þangað til í enda árs, þannig að við getum tekið bara litlu með. Sem verður bara ógeðslega spennandi því við náttúrulega erum líka on a tight schedule núna
Jan Feb, að klára bústaðan okkar. Já. Hann þarf að vera búinn áður en litla mætir. Þannig að þetta verður smá Gunni geta ekkert verið að fara bara upp í bústað að byggja þegar hún kom krakkan, sko. Nei, það er bara ekki búið. You got 2 now. Já, það er bara ekki búið. Ég er búinn að vera a single mother hverja einustu helgi síðan bara, ég man núna eftir bara Hvernig byrjaði það? Já, ókrís, bara á nánast hverja einustu helgi á þessu ári. Já, þessu ári, já. Þannig að það er ekki boðið þegar það eru 2 gælur, sko. Gauð, nei. Þannig að you better work fast, honey boo boo. En þannig já, það er svona markmið. Við erum með það, markmið að klára bústæðin. That's fun. Fyrir mass, þannig já. Líka bara gaman að hafa bara svona að fara svolítið with the flow. Já, ég er svolítið spennt fyrir því og að því ég veit að þú dættin í allt öðruvís ári, ég er bara með lítið barn sem ég bara, ég get ekki, það er svo stutt í hana. Það er svo stutt. Ég er svo spennt fyrir göngutúrunum mínum. Já. Ég sko sé það fyrir mér hillingu, ég er búin að ákveða rútínuna mína. Bara ég ætla bara í hverskip sem Embla vaknar fyrir mér, ætla bara beint út í göngutúr því ég er svo heppin að eiga á svona góðum tíma. Já. Þú veist, það er ekki snjór og klaki. Það er kannski smá snjór, gæti verið smá snjór en ekki klaki. Jú, það gæti alveg verið, en vonum ekki. Bara segja manneskja sem fyrir göngutúr. Já, það með mass. Já. Ok, ég hugsa alltaf bara ammálum mitt, það er alltaf bjart og gott. Já, en það er stundum alveg snjór. Já. Það er rétt. Já, klakinn náttúrulega er það versta. En þau megi ekki strax fyrir göngutúra, þannig að þú veist, þetta er í svona byrjun apríl, þá ættu að vera góð. Já. Nema bara típist Ísland og bara stormur í mæ, sko. Þannig að maður veit aldrei. Einmitt, en ég ætla bara að þú veist, kaupa mér geggja úlpu, kaupa mér stifil og vera bara alltaf reddi í sama hvernig veðrar, ég er svo spennt fyrir því. Litlu hlutinir, krakkar. Já, kömmu. Og svo lifa ófæð minimalist og eitthvað inn á milli. Ekki? Jú. En jú, ég er ógeðslega spennt fyrir komandi ári. Þetta verður allt öðruvísi, við verðum 5 ára. Það var líka bara svo næs að það verður svo allt öðruvísi vinnu umhverfa því að nú getur tekið barnið bara með. Þetta er ekki jafn svona eins og þegar Embla fæddist, það var svona öðruvísi þegar við vorum inn á öðrum að taka upp. Já, gátum ekki vera kannski að koma með öðruvísi dæmi. En já, bara mjög spennt. Þetta var geggjað. Það verður geðveikt ár. Já. Höfum við tíma til að kíkja á? Við höfum svona 4 mínútur. Ok. 4 mínútur? Já, við erum svo... Við erum að fara í boltaíþrótt? Við erum að fara í boltaíþrótt, já, og nei, líka bara Sko, við spurðum áramóta heiti fyrir okkur, svo að hvað áramóta heiti ættum við að setja okkur frá ykkur? Já, mér finnst það geggjur spurning. Fleiri þætti dramafræga fólksins. Til í það. Alltaf til. Til í það. Minnka enskuna í orðaforðanum, eitthvað? Can't. Never. Can't change us after 4 years. Yeah. Sorry guys. Eins og margir þættir þau mögulega geti. Ég er bara til í það. Alltaf til í það. Maður segi eitt líka. Spennt svona að koma skrifstofan okkar í stand. Já. Hún að fá bíð á hakanum. Við erum góður. Að því við erum búin að vera á haus, en vákveð spennt. Já, same. Við þurfum bara, janúar verður bara fucking decluttering, bara allstaðar. Það sem er að miskilja þetta. Það séu hefðirina sínar skemmtilegt sjá samt. Skemmtilegt sjá samt. Setja síman og dúnast í störpa með að taka upp svo ég heyri ekki alltaf titringin og halda þessi minnsími. Sorry. Við erum byrjað að gera það núna alltaf þessi dúnast í störpa, sko. Sorry about that. Úps, en við lögum það. Já. Ekki heita á fólk sem þið þekki, ekki? Við erum talað til og sveitt, eða? Örgulega. Sorry guys. Gerum við það? Já, heldur hún sé að tala um til og sveitt. Já, ef hún er að tala um til og sveitt, þá gerum við það, já. Ekki hver annan. Nei. Ok, við skulum hætta Já, við skulum verða Swifties. Já, við skulum verða Swifties. Gefa út lag. Það er í alvörinu markmið. Já, það var einn daginn. Einn daginn, já, er þetta greinast? Vera betri við Aron og leyfa honum að vera í fleiri þáttum. Já, við elskum Aron. Við elskum Aron, hann, þú veist. En notabenni, hann elskar okkur. Já. Hann að, þú veist, og fólk, hann var að segja mér í daginn og fólk er í alvörinu að spyrja hann, ert þú og systín góð? Hann bara, okkur er enginn að fatta. Þú veist, við reddum þetta líka fyrra, sko, þú veist, en það er í alvörinu, bara sömur í alvörinu haldi þetta sé einlægt bíf, við elskum öll hvort annað, sko, við erum öll eins og ein stór sískinni. Já. Hann, þetta er, já, við elskum Aron. Við erum bara að djóka, maður. Já.
Fleiri segir að shotið þætti tilbúið. Það kemur, það var bara einn á árinu. Það náttúrulega, þú veist, byrst þar ólíkt, þannig að gefa okkur smá. En það kemur á næsta ári, þannig að við vorum að geggja gestir læna upp, þau bara myndi ekki trúa því. Nei, við þurftum bara að beila, það hefði bara verið svo ljótt að vera að ljúga. Já, byrst það bara, ég teg bara vaskot, ég eitthvað, getum það ekki. Nei, við getum það ekki. Nei, það ljótt. Já. Gefa út fleiri þætti, gera fleiri samsæðiskenningar, fólk alltaf að biðja okkur þetta. Já, ég til í það. Mjög til í það. Meiri áskrift, við erum alveg mjög mikið áskrift. Já, við náttúrulega bættum við, verðum núna með fleiri þætti. Fleiri áskriftaþætti, fleiri tebúðsbabies, við erum með 4, sko. Já, það annað, það að koma. Já, hún er að vinna í þessu. Já, it's coming, guys. Voru liveshow. Það getur ekki ár. Nei, ekki ár. Út af Birta að verði með baby. Út af við erum að standa við hitt árum út af hitt. Tebos babies. It's your fault. Careful what you ask for. En já. Já. Þetta skemmtilegt. Ég held að við þurfum að fara að sigla inn í nýja ári núna. Oh my god, það svo gaman í kvöld. Skál fyrir þessu ári. Já, skál fyrir 2024. Trú ekki svo búin. May 2025 be even better. Ég held að verði trillt. Oh my god, cheers besties. Love you guys. Það eitt glimtist. Ég glimti meinu. Ég keypti vimber á leiðningað og það ég hugsaði, og ég er búin að sjá svo mikið á TikTok og maður að borða 12 vimber. Undir borði. Undir borði. Veistu hvað það þýðir? Nei, hvað þýðir það? Það þýðir að þú þarf að gera þetta til þess að finna the one. Já. Fyrir ástinni. Stelpur, yfirlega, ég bara sér stelpur gera þetta en örugglega allir gera þetta, skilur. Það er hann undir að borða 12 vimber á 1 mínútu. Það verður að vera 1. mínútan til þess að finna the one. Núna eru allir að, þú veist, Brettmann Rock postaði bara hvað, ég borðaði 12 grapes og núna fann ég the one. Þú veist, þetta er ekki trend núna á TikTok. Já, ég voru að sjá svo mikið að þetta var trend og ég hugsaði bara 12 vimber fyrir, þú veist, hverja mánuðurum væri frábæri eða eitthvað þannig. Þannig að ef þið viljið, þú veist, það er líka eitthvað svona lögdæmi, þetta er aðaldæmi eða þetta. En ef þið viljið manifesta the one, þá verður að gera þetta á 1. mínútunni, 0:00, og verður búinn 0:01. En eitt sem ég langar að gera er að gá hvort það sé physically hægt. Ok, taka þá. Við þurfum ekki, við erum með the ones. Já. Mér langar bara að vita 12 vimber á mínútu er alveg, það er slatti, sko. Við ætlum að fara í sjá hvort það gangi upp. Hvað er líka alveg stór vimber, sko. Mælum við að velja lítir. Já, 4, 5, 6, vó. 7, 8, 9, 10. Og ég held þetta væri bara svona fyrir bara góð ári. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. 24. Herru, þá bara erum við að gera þetta ekki til þess að finna the one, heldur til þess að bara tjekka hvort þetta sé hægt. Og bara eiga gott ár. Já. Vimber fyrir hvern mánuð. Já, það er málið. Það hlýtur að vera. Ég fatt það ekki. Ok, 1, 2 og byrja. Það er ekki hægt. Já, það er ekki. Ég var svo stór eftir. Og hér. Það er búið. Og það er að kinga. Wow! Ég er ekki það að hluta bara yfir. What that mouth do? I'll have a good year, guys. Hey, beer. Þú talar þú búinn? Done. 9 sekundur eftir. Vá! Vel gert. Herru, þið öll, ef okkur 12 vimber undir borði á slæginu miðnætti. It's doable. After, we love you guys. Já. Og hlökkum til nýju ári með okkur. Mwah. Bye.